Við ætlum að forvitnast örlítið fjallahjólakeppni sem að verður hér á Suðurlandinu helgina og hún á línunni hjá mér, Árný Lára Karvelsdóttir. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Ég var að mynda að hugsa, vorum að ræða þetta rétt á hann. Þið fáið náttúrulega bara geðveikt veður helgina til að hjóla. Við erum svo súper heppin með að það er búið að vera ansi svona vætusamt hérna síðustu dag. Já. En við einblínum á veðurspána, hvað þetta er dásalegt. Nákvæmlega. En þessi hjólakeppni, þið í rauninni kallið hana nú Rangárþing Ultra, en það kemur þetta líka svolítið undir gamla heitinu Tour de Hvolsvöllur. Já. Svona sprottin úr því. Já, við höfum sérst verið með guttihjólakeppnina Tour de Hvolsvöllur, bara sveitarfélagið mitt, sérst Rangárþing Eystra. Og þá var verið að hjóla frá Reykjavík og Selfossi og á Hvolsvöll. En okkur langaði þess að breyta til, bæði það er náttúrulega bara stór hættulegt að vera með hjól í umferðinni, eins og hún er núna, og svo langaði okkur bara virkilega í samstarf við Rangárþing Ytra, eitthvað skemmtilegt. Og við sáum bara fram á að fjallahjólakeppni, það væri málið hjá okkur, við hefum svo frábæra náttúru og góðar leiðir, þannig þetta var bara, okkur datt þetta bara strax í hug, breyta eins til. Já, mjög skemmtilegt og ég var að hugsa á leiðinni þá fær fólk nú að reyna í rauninni ýmislegt, þetta er ekki bara svona malbyggunarleið? Heldur betur, þú keyrir í gegnum haga og tún og möl og malbygg og ferði yfir á, þannig að gegnum hraun, þetta er bara, að það er búið upp á allt. Allt saman svolítið útpælt? Já, við erum svona að reyna að gera þetta svolítið skemmtilegt, gera þetta svolítið sexy eins og maður ekki segja. Nákvæmlega. En já, það hefur vinsælt að hjóla og fjölmargar hjólakeppnir haldnar á landinu og það er einhvern veginn, skráning ég vil bara mjög góð. Bara virkilega og við höfum verið svo heppin að við höfum verið að starfa með ráðgjöfum sem heita Made in Mountains. Og þau eru líka svona svolítið grundvöldræði af sjáum vósaglætanir, þannig að þau eru alveg svakalega reynd í þessum bransa. Já. Og þau hafa náttúrulega líka verið að íta á sína vini og sitt fólk og svona. En við líka vorum að hugsa þessa keppni að þetta er svona á heimaslóðum, þannig að heimafólkið okkar hefði nú þarna einhverja áskorun til þess að reyna svolítið á sig. Og þó svo að þau eru ekki, að heimafólk hefur ekki alveg tekið eins vel í þetta eins og við vonum, þá bara vonustu til að næsta árið komi bara herskari hérna. Já, nákvæmlega. En skráning, hún er núna í fullum gangi og hvað henni líkur í kvöld eða hvað? Já, á miðnætti í kvöld líkur skráningu og það er hægt að skrá sig á rangarþingultra.is. En við verðum líka með opna skráningu á keppnistegi en þá náttúrulega mun það kosta aðeins meira í keppnina. Þannig að þetta er svona fórskráning núna. En það er sem sagt, er hjólað á hvað laugardaginn, er það ekki? Það er hjólað á laugardaginn og keppni hefst klukkan 12 og það er ræst frá Hellu en þú endur á Hvolsvelli en við erum með alveg sætaferðir og ferðir fyrir töskur og svona á milli. Þannig að þú þarfst ekki að hafa áhyggjur af því að vera strandaglópur neinstaðar. Nei, nákvæmlega, en ég sé að það stendur að keppnin hefst við miðjuna á Hellu. Já. Svo fyrir þá sem þekki ekki til. Já, miðjan er þess að bara þegar að þú kemur inn á Hellu, búin að fara eitt hringtorg, þá er þetta svona risastórt blátt glerhús í bara við aðal veginn. Þú missir ekki af þessu, ég get lofað því. Og þetta er sem sagt bara bæjarskrifstofur svæðisins og margt fleira. Já, nákvæmlega. Þetta er svona sveitó eins og við segjum þegar svona skrifað. Já, einmitt, maður bara ætlast til að allir viti. Já, það er samt bara skemmtilegt. Já, þetta er það augljósta að fólk fer nú ekki fram hjá þessu, vona ég. Nei. Og það er enda við íþróttamiðstöðin á Hvolsvelli, þannig að ef eitthvað vil koma og hvetja fólk í mark. Algjörlega. Það er skemmtilegt. En já, það er þetta nálgast allar upplýsingar hjá ykkur innan sem rangarþingultra.is. Já, það eru allar upplýsingar og smáa myndum og allar reglur og ef fólk hefur áhuga en vil spyrja út í eitthvað þá er hægt að hafa samband líka í gegnum síðuna. Já. Þannig að það er og bara ekki að hika við einmitt að spyrja okkur, við reynum alveg að svara öllu. Já, ég sé að það er einmitt alveg allar upplýsingar keppnina og leiðina og allt saman. Já. Og það er líka svolítið gott fyrir fólk að sjá svona að það er fremst á síðunni eða undir leiðinni að það er sérst öll hækkun
fólk stundur svona kannski eru 15 brekkur eða eitthvað svona stressað yfir því. Já. En það þarf ekki að hafa neinir áhyggjur, þetta bara svona smá. En hvað að taka langan tíma að hjóla? Hvað, hún 50 kilometrar þessi leið? Já, þetta 50 kilometrar, en hún þykir frekar hröð, brautin, þannig að svona, þeir sem eru kannski í bara svona ágætisformi ættu að gefa sér allavega svona 2-3 tíma í hana. En við svona gerum ráð fyrir að þeir sem eru kannski alveg keppnis og svona verið fyrstir að þeir kannski bara taka þetta á 1,5. Ok, en þetta samt ágætis leið? Þetta bara mjög fín leið og þau eru alveg mjög spennt fyrir henni, þess að vant hjólafólk finnst þú vera spennandi, þannig að við bara hvetjum alla til þess að koma og taka þá. En það er fallegu umhverfi líka? Ekki spurning, þetta náttúrulega náttúran bara eins og hún gerist best. Algjörlega. En já, ég hvet fólk til þess að kíkja hérna inn og skrá sig og taka þátt í þessu og við fylgjumst það sjálfsögðu með okkur. Er þið með Facebook síðu eitthvað sem hægt að kíkja inn á? Já, við erum með Facebook síðuna Rangaþing Ultra. Já. Og svo verðum við bara með opið, það verður hægt að fylgjast með keppendum, bara úrslitum og svona inn á netskráning.is, skrástrygg Rangaþing Ultra. Þannig að það verður hægt að sjá úrslitin. Annars bara auðvitað hvetjum við alla til að koma og njóta lífsins í Rangaþingi. Algjörlega. Það er svo margt hægt að gera annað heldur en að kíkja á hjólakeppnina, klára það og svo að skoða sig sko. Nákvæmlega, þetta er svo að fyndið, maður er ofta að googla og svona og svo heyrir maður einhver að tala eitthvað bara já, nei, ég var ekki búin að fara þangað. Það eru ótrúlega margir staðir á þessu svæði. Alveg mjög, það er nefnilega ekki bara Landmannalegar, Seljalandsfoss og Skógafoss. Nei. Það er margt fleira í boði í báðum sveitarfélögum. Algjörlega, mikið rétt. Ég er einmitt í því svona fyrra sumar og einmitt alla prófa þetta núna áfram í sumar að halda áfram að ferðast þetta svæði. Að bara hvet sig eindreið til þess og svona, svo ég bara taki tíman aðeins líka og minni á við erum í Rangaþingi ekstra með svona ratleik. Nú? Það er sem að fólk getur komið og skoða 10 staði og merkt við sig og getur unni til veglegra verðlauna. Nú. Það er svona líka hvatning til að skoða sig Já, nákvæmlega. Kannski verðum við bara með Rangaþing Ultra ratleikin næst, hver veit? Já, hvernig væri það? Það er allt í boði. Taka góðan laugardagi það? Já. Það er skemmtileg hugmynd. En Árný Lára, gaman að heyra í þér og hvetja fólk til að skrá sig og þeir sem að kannski er ekki alveg búin að hugsa sig þeir eiga þá allavega möguleika að mæta á mótsdag. Ekki spurning, bara mæta í miðjuna. Algjörlega, gaman að heyra í þér. Sömuleiðis. Allt er fína. Já, bless.